segðu mér frá þessum myndur þú hefur verið að mála. Já, þetta byrjaði með því að ég var búinn að skrifa langa skáldsögu og langaði að gera eitthvað nýtt, sko. Og datt mér í mig að fara að mála og og það voru svona margar uppsafnaðar hugmyndir og ein af þeim var svona hugmynd sem ég fékk fyrir mörgum árum að mála Halldór Laxness með Nóbelsverðlaun umkringdur kollegum sínum. Þetta var nú svona eiginlega út frá lestri ævisagna kollega hans, sko, Gunnars og Þórbergs og Davís Stefánssonar. Kom mér á óvart hvað þetta var erfitt fyrir þá að hann skyldi fá Nóbelsverðlaunin og kannski var þetta einhver prakkaraskapur en líka kannski einhver leið til að hjálpa þeim til að höndla þetta svona í eilíðinni og mála þessa mynd, sko, sem að ég skýrði Íslensk bókmenntasaga 4. bindi. Það var svona að súmmera upp það bindi og svo komu þarna hjón sem voru að stofna gallerí, Ágúst og Halla og sáu þessa mynd og hvöttu mig til að kom hugmyndum að halda sýningu svona og þá var ég nú reyndar með fleiri hugmyndir í þessu þema og þá fór ég að mála hella mér í þetta, mála rithöfunda frá fyrri hluta 20. aldar, allt í svart-hvítu úr varð þessi sýning. Sko, Halldór náttúrulega mjög fyrirferðarmikill þarna, bæði umkringdur höfundunum og svo til dæmis mynd af honum í Hollywood. Já, Halldór náttúrulega svolítið mikill risi í þessu tímabili og það spennandi að fá að mála hann, sko, og ákvað að mála svona litla myndir af mörgum höfundum og þegar ég var búinn með Halldórsmyndina þá lagði ég mig og svo vaknaði þá bara með þessa mynd í hausnum sem var náttúrulega allt öðruvísi út úr stíl við restina en mig grunar að þessi mynd sé svolítið svona undir áhrifum. Ég sá mikla Dalí sýningu í Madrid fyrir sumar og hafði gríðarlega áhrif á mig og þar meðal annars portrett sem að málaði af Pablo Picasso í 21. öldinni heitir það, held ég, og ekkert líkt Picasso en þetta var svona opnaðist einhver víta að sjá þetta portrett að maður geti kannski farið inn í eitthvað meira frelsi, þurfi ekki að vera alltaf að vera að mála svona realist en sýningin samt öll svona frekar realísk, byggð á svona gamlum ljósmyndum og ég vildi svona ná þeim, sko, skáldunum og kannski líka komst að því að það hafi ekki verið mikið málaðir þessir kallar og þessar konur, sko. Guðrún frá Lundi líka áberandi. Já, ég fekk það verkefni fyrir nokkrum árum að lesa Dalalíf og halda fyrirlestur Guðrún frá Lundi og maður náttúrulega með einhverja fordóma svona fyrirfram og svo var þetta eina svona ánægilegustu lestrarupplifun síðustu ára hjá mér og var svona geysilega gaman að lesa þetta 2500 blaðsíðna verk og hafði mikil áhrifum og svona mér fannst Guðrún vera bara einn af stærstu höfundum aldarinnar og bara ættu kannski að tala Halldór og Guðrún í staðinn fyrir Halldór og Þórberg, sko, því að þetta er ótrúlega magnað hjá henni, sko, og svo vildi ég náttúrulega hafa konu líka, þetta hefði ekki hafa þetta allt kalla. Og þá málaði ég 2 stórverk í kringum Guðrúnu frá Lundi. Þarna ertu með persónur úr bókunum hennar, eða einhvern veginn svona galleríið svolítið? Já, ég vildi bara leyfa fólki að finna út sjálft hvað sæi út úr þessu, en þetta eru bara svona svipmyndir úr þessum tíma kringum síðustu aldamóti 1900, þar sem að hvernig lífið var í sveitunum og allt það, sko, og svo svona mynda gamlu konunni hún er svona í millibókapásu þarna, rétt sest niður á millibóka og svo önnur mynd sem ég veit ekki alveg hvað ég ætla að láta heita, kannski Vinkonur, höfundurinn og söguhetjan. Þetta er byggt á ljósmynd sem var tekin af henni, held ég, 20 og þar hún með einhverju vinkonu sinni en ég vildi skilja andlitið eftir opið, sko. Það autt, ég málaði andlitið ekki af því að ég vildi láta þetta vera, sko, þetta höfundurinn, hún höfundurinn og svo hún með söguhetjur sína þarna. Þetta svona samband höfundar við persónu sína og það er svo magnað þegar þú lest bækur þá veist aldrei, sko, þú getur aldrei fengið nákvæma mynd af sögupersónunni, hvernig hún lítur út, til dæmis andlitið og það er mjög sérstaklega áberandi í þessari bók Dalalíf, 2500 blaðsíður, það aldrei nein útlit lýsing á aðal karakterunum Þóru í Hvammi til dæmis, nema einu sinni að sagt hún sé með svarta fléttur, en þannig að lesandinn
málar runni mynd af persónunni sjálfur og þess vegna fannst mér það svona áhugavert að skilja andlitið eftir ómálað. Svo þetta mynd af Þórbergi. Já, þetta Þórbergur ungur á þingi Guðspeki félagsins á Akureyri 1922. Þetta svona tekið á þeirri ljósmynd og svo fannst mér eitthvað svona meira spennandi að gera eitthvað meira úr henni og því Þórbergur var alltaf að mæla og var með stærðir og hitastig og heilanum að teikna því einhvern píramída og ferning og hring og byrja að vinna út frá þessum formum og svo að því að hann var svona allur í austrænni speki þá ég þarna með nálastunguð kort framan í honum og sem sýnir punktana hvar á að stinga í andlit og hver punktur bók, eina bókum hans. Við sjáum hérna á milli augnanna í miðju enninu, það BTL, bréf til áru 24. Og svo passa þetta nokkurn veginn, alla bækurnar, eitthvað 38 stykki voru framan í honum. Þetta svolítið svona, rithöfundurinn með alla bækurnar í sér sko og þú bara ýtir á einhvern ákveðinn punkt, þá kemur þessi bók sko. En þú varst náttúrulega mikið að mála hérna í gamla daga, svo hefur nú svona meira verið að skrifa í síðari ár fyrir núna. Já, þetta svolítið eins og að fara aftur í tímann sko, að vera ungur í annað sinn, að því að ég eiginlega bara eins og segir verið að skrifa síðastliðin 10-15 ár sko. Einbeitt mér algjörlega að því og ég rak mig á það þegar ég var að mála einhverja þessar stóru myndum á Halldóri og einhver síminn hringdi og gemsinn hringdi. Þá fattaði ég hafði í rauninni ekkert málað að viti síðan frá því fyrir daga farsíma sko. Þannig að allir þessi nýju veruleiki kom svolítið í baki á mér þegar ég var að mála og segir manni að það sé mjög langt síðan að maður tekið í pensilinn en þetta náttúrulega eilíf barátta. Svolítið eins og að búa með tveimur konum og vera alltaf að svíkja eina ef maður með hinni sko. Ég held að maður ekki myndum bara öfundaði að því að vera svona félagur. Já, kannski.